Þá ætlum við að líta, hvað við segja, aðeins í kringum okkur. Við fáum stundum að heyra að við séum full höfuðborgar miðuð hér við Rauðaborð á Samstöðinni, kannski ágætt í þeim efnum að minna ykkur sem búið út á landi á það að hnippa í okkur þegar þið eigi leið höfuðborgarsvæði. Við viljum gjarnan ræða við ykkur. Zoom-viðtölin hafa svona ákveðna annmarka, það verður öðruvísi dýnamík að fá fólk sem býr út á landi. Það er heppilegra að fá það hér að Rauðaborðinu heldur en að vera á Zoom, þótt Zoom getur verið ágætt þegar önnur option bjóðast ekki. En sem sagt, núna ætlum við aðeins að víkja sjónum okkar út á land til landsbyggðanna sem að ég hef tamið mér að nota það orði í fleirtölu. Og hann er kominn til okkar hérna, hann Þóroddur Bjarnason, prófessor við HÍ. Vertu velkominn, Þóroddur. Takk. Þú hefur svona verið einn af málsvörum landsbyggðanna stundum. Þú náttúrulega hefur kennt byggðafræði og heldur út í síðu og svona þú hefur stundum, ef ég má segja það sko, mér þetta stundum í huga að þitt hlutverk sé svolítið að afrugla svona ákveðna fordóma eða svona umræðu sem að gengur svolítið út á það að allt sé alltaf í kalda kolum út á landi. Já, sko, þegar ég flutti heim frá Bandaríkjunum 2004, að þá, og ég er félagsfræðingur, að þá fékk ég stöðu við Háskólann á Akureyri. Já. Og þá fannst mér svolítið sláandi hvað félagsfræðin var, hvað hún bjó í Reykjavík. Já. Og allt í lagi með það, en allar rannsóknir einhvern veginn beindust að samfélaginu og höfuðborgarsvæðinu og það hafði enginn gert neitt utan höfuðborg, hafði enginn skoðað stöðu ungs fólks eða atvinnumál eða neitt sko. Þannig að ég varð svolítið svona svo krakki í sælgætisbúð að bara alveg sama hvert ég leit, þá hafði enginn félagsfræðingur skoðað þetta áður. Þannig að ég var í alveg svona 20 ár einhvern veginn bara svona að smakka á öllu nammin í hillunum sko. og hef svona skoðað mjög margar hliðar á byggðamálunum, svona skoða hluti eins og jarðgöng sem er sko oft heitt pólitískt deilumál á að fara í dýraframkvæmdir sem að gagnast til að fáum og allt þetta sko, en enginn kannski skoða hver eru raunverulega áhrifin, hvað gerist, hvað er þetta að fá fyrir peningin og allt þetta sko. Þannig að það er svona eitt dæmi af svona rannsóknarefni sem að einhvern veginn lá beint við að því enginn hafði gert það áður. Ég hef verið að skoða núna að síðustu árum sko millilandaflugið frá Akureyri. Þar sem að er náttúrulega gríðarleg breyting á því að fyrir daga beinarflugsins að þá var sko London eiginlega 2 daga í burtu. Það er að segja að þú þurftir að fara til Reykjavík daginn áður og svo flugstu út og svo leiðin tilbaka, þá yfirleitt náður ekki heim aftur sko. Þegar við bættist illviðrið á vetrum þá tók ferðin stundum lengri tíma? Já, nákvæmlega sko. Og svo allt í einu er sko innan við 3 tímar til London. Og þá spyr maður bara sem félagsfræðingur, þegar að vegalengdir styttast hlýtur það ekki að áhrif á samfélag. Þannig ég hef farið svolítið úr einu í annað í þessum byggðamálum í tíðina. Já, það er náttúrulega okkar bölvun svolítið í þessari umræðu allri að við séum með svona marga staðsetta á sama punktinum eða sama svæðinu, þá er ég að tala höfuðborgarsvæðið, er það ekki? Og sko, ég held að ég hef lært það í byggðafræði hvort það var hjá þér eða einhverjum öðrum, manna það ekki. En ég held ég að lært að sem sagt samfélag, ríki, lönd sem búið yfir mörgum borgum, stórum, þar verður svolítið önnur hugsun og önnur áhersla. Það er ekki alltaf rifist sko, hvað eru margir sem búa á Siglufirði þegar Héðinsfjarðargöngin ef spandir öll þessum milljörðum fyrir þessar örfáu sálir, skilur þessi? Já, og umræðan það ég ekki frekar bara að kaupa þau út sko. Og þetta hefur sko Ísland er náttúrulega sérstætt að þessu leitinu til að það eru 2/3 hlutir þjóðarinnar sem búa á einu svæði og og umræðan hefur svolítið einhvern veginn gengið út á þessa tvískiptingu, þú sért með borgina og svo sért með einhvern stað sem heitir landsbyggðin sem að sé það sem borgin er ekki. Og eins og víða þá er sko svona tilhneiging til þess að horfa á sko út fyrir borgina, horfa á dreifðari byggðir sem
sko einhvern veginn svona, með svona fortíðarglerugum. Það er að segja nútíminn búi í borginni, fortíðin búi út á landi. Já, og fólk sé líka kannski bara meira gamaldags út á landi og svona svolítið á eftir. Já, og nákvæmlega, það verði allt nýtt til í borginni og þessi tilfinning fyrir því að sko dreifbíli sé deyjandi. Það sé að þurrkast út, tæknin sé að gera það verkum að sérkenni dreifbílisins sé að hverfa. Og sko fyrsta dæmið sem ég hef rekist á þetta er sko Cicero á dæmum Rómaveldis sem sagði að dreifbíli væri deyjandi. Það væri bara komnir þessir vegir og það var komin öll þessi tækni og dreifbíli væri bara í andarslitrun. Af því það væri ekki öll þessi sérkenni væri að hverfa. Og það er svona þessi tilhneiging hjá okkur einhvern veginn að hugsa alltaf hið hefðbundna dreifbíli eins og það var þegar við vorum 16. Þannig að ef við hugsum íslenska sveit að þá kannski svona fólk á okkar aldri að það sér fyrir sér að heybakavélar séð hefðbundna dreifbíli og rúllubakkarnir séu einhvern veginn tæknin sem hafi einhvern veginn breytt því. Og fyrir feðrum okkar eða öfum okkar að þá hefði kannski orfur og ljáverið í hefðbundna dreifbíli. Erum við ekki líka enn mörkuð svolítið þessum tíðaranda sem stóði yfir áratugum saman, þessi massífu fólksflutningar úr sveitunum hingað suður til Reykjavíkur, að þetta var svona þetta var tap. Landsbyggðirnar voru að tapa. Jú, það sem þetta gerist hin aldamótin 1900 að þá eru náttúrulega ofbóðstir uppgangstímar á Íslandi og það er ekki bara efnahagslegir uppgangstímar, heldur líka það bara bætt lýðhelsa að alveg fram á 19. öldina þá var það þannig að 1 af hverjum 3 börnum dó á fyrsta ári. Fólk eignaði 10 börn, 12 börn og voru heppinniðu komið 2 á legg kannski, eitthvað svoleiðis. Með aldamótin 1900 að þá allt í einu barnadauðin kom alveg hrunin og sveitirnar eru fullar af börnum. Það eru 10-12 börn sem eru að komast á legg. Og fyrir kannski okkur þegar við horfum hugsa, já það er eiginlega hefðbundna sveitin. Allt þetta unga fólk og svo flytur það í burtu og svo er einhver einn sem tekur við eitthvað svoleiðis Þannig að það er svona mannfjölda sprenging sem verður. Þannig að á 20. öldina þá byggist þetta höfuðborgarsvæðið upp hratt, en það líka byggjast upp byggðakjarnar út all land. Og fólki er ekkert að fækka utan höfuðborgarsvæðisins. Það er fólksfjölgun. En hlutfarslega vegna þess að þessi mikla mannfjöldasprenging, hún flyst mikið til Reykjavíkur og höfuðborgarsvæðið. Þannig að þessi tilfinning fyrir því einhvern veginn, það er svo rosalega margir komnir að landsbyggðirnar hljóta að fara að tæmast. að stundum trúi fólk því ekki að maður segir að það var bara aldrei búið fleiri utan Suðvesturhornsins heldur en akkurat núna. Og en hins vegar hefur orðið þessi þéttbýlisvæðing, þannig að í sveitum þarf ekki eins margt fólk. Það er bara tæknin þannig og þegar við hugsum kannski hefðbundnar sveitir, þá erum við kannski hugsum sauðfjárbú, þar sem allt snýst sauðfé, eða mjólkurbú, þar sem allt snýst mjólkurframleiðslu. Og það eru þetta ekkert hefðbundni sveit nema bara fyrir okkur. Vegna þess að þú fer 100 ára aftur í tíman. Að þá voru sveitabæirnir framleiðslu miðstöðvar þar sem að atvinnulífið eins og sagt var mjög fjölbreytt. Það er að segja fólk vann við matvælaframleiðslu, fólk vann við smáiðina, fólk var að smíða, fólk var að prjóna. Akureyri var nú sjálfbær allt með eldsneyti bara. Jú, en við hugum bara sveitabæina sjálfar. Já, sveitabæina. Og bara allt það sem er að gera á sveitabæjunum, að þessi sjálfstyrktabúskapur þýddi það að fólk var að búa til föt, fólk var að búa til mat, fólk var að smíða, fólk var að gera allt þetta. Það er ekki fyrir en með iðnvæðingun á 20. öldinni sem að það verður til eitthvað sem heitir sauðfjárbú skilur einhver og sjávarútvegur, menn það verður þetta þannig að þetta Mývatnssveitinum veitum við náttúrulega í Mývatni en þar sem var hægt að fara á sjó, þar gerðu menn það að sendu vinnumenn í aðra landshlut með öðru á 20. öldin þá verður það allir sérstakt starf að vera sjómaður
það verður alltaf sérstætt starf að vera sko slátrari. Það ekki bara það sem þú gerir á haustin, heldur að einhver sem að sko vinnur við það að slátra eða kjötiðina maður eða prjón og allt þetta. Þannig að öll þessi hlutverk sem voru á sveitabæjunum að þau splundrast og þau fara út allt. Sumt af þessu verður á höfuðborgarsvæðinu, annað eins og segir byggist upp á Akureyri, byggist upp á Litlustöðum, það verður til þorp í hver einustu sveit með þessari sérhæfingu. Þannig að það sem við kannski ímyndum okkur að sé hefðbundnar landsbyggðir, lítil sjávarþorp, sauðfjárbú eða mjólkubú, að það í rauninni bara svona augnablik í sögunni þar sem allt að breytast rosalega hratt. Ef við má skjóta til þín áður en við höldum áfram það sem frá var horfið, einnig punktmælingu, eru tekjur fólk sem búið á landi núna á svipuðu róli og á höfuðborgarsvæðinu? Það mjög mismunandi eftir svæðin? Sko tekjur eru hærri á höfuðborgarsvæðinu. Á móti kemur húsnæðisverður herra. Skilur, það er svolítið erfitt að reikna nákvæmlega hver er sko afkoman fyrir fólk sko. En ættu lífsgæði geta verið svona heilt yfir sambærilega bursið frá því hvað er búin? Sko lífsgæði sko í rauninni þetta er svolítið eins og við töluðum sko mannfjöldan að sko jáfnvel þó að fólki hafi fjölgað utan höfuðborgarsvæðisins þá hafði einhvern veginn fækka hlutfallslega að það minna hlutfall að auðvitað eru sko lífsgæði í dreifðum byggðum hafa aldrei verið meiri heldur en akkurat núna. Þú veist, bara aðgangur að menntun, að menningu, bara að hlutum, skilurðu, góðu mat, hafa aldrei verið betri lífskjör í dreifðum byggðum heldur en akkurat núna. Hins vegar spurningin, eru þau sko hlutfallslega verri heldur en á höfuðborgarsvæðinu þráttur að þau hefur batnað. Þannig að maður þarf alltaf að passa sig hvort er maður að tala hvort skiptir meira máli. Og mér finnst bara varða miklu að við einhvern veginn áttum okkur á mikilvægi þess og hver æskilegt það er að sé fjölbreytileiki þannig að bara tilteknar manngerðir geti leitað í tiltekin lífsgæði og tiltekið umhverfi. Að við, svo ég man það alveg þessi ár sem ég bjó á Akureyri sem voru mörg að hentaði frábærlega til þess að ala upp ungbönn hentaði frábærlega að maður nefnt á skíði ef maður hefði á skíðum og það er talað slow lífstíl og allt þetta sko við viljum búa í landi þar sem að svona, þú getur leyft þínum karakter að blómstra svolítið eftir í hvar þú hefur nætursetu ekki satt. Jú, og það er að sko við tölum sko, sem þið verið að tala sko, hvað getur við gert til að halda unga fólkinu á Íslandi eða eitthvað svona sko, að þú veit, hvar vill ungt fólk búa, hvar vill miðaldra fólk búa, hvar vill eldra fólk búa, það er bara misjæmt. Það fyrir bara því hver, þú veist, sumir sko, og það getur verið eftir lífskeið. Þannig að sko þegar fólk er tvítugt þá vil það kannski vera það sem fjöruði mest þegar fólk er komið með börn þá er fólk að horfa á hvar getur fengið nú stórt húsnæði fyrir börnið þín, hvar eru góður skólar, hvar eru öruggt þegar börnin eru fluttað heiman þá er kannski sumir sem að vilja vera sem næst barnabörnunum aðri vilja bara vera sem fjarstem skilur eða það sem er gott golf eða hvað það er sko þannig að þessi hugmyndum það að það sé einhver að tapa eða græða, þar að segja nú er miklu fólksflutningar til svona þess að suðvestursvæði til Selfoss til dæmis, þar sem eru margir sem að finna þar einhvern balla sem hendar þeim akkurat núna fá alls konar gæði þess að búa minni stað en líka njóta nálæðurinn af höfuðborgarsvæðið og og það er enginn að ef einhver flytur á Selfoss frá Reykjavík eða frá Siglufirði þá er hann ekkert að gefa skít í þá staði fólk er bara að finna sér einhvern balans þannig að við höfum svolítið verið líka föst í þessu sko, einhvern veginn að að það sé eitthvað svona hver er að græða og hver er að tapa og að vöxtur sé rosalega góður þar að segja ef að fjölgar hratt á einhverju stað þá hljótið það vera góður staður að búa meðan að sko þannig að allar rannsóknir sýna það að sko hröð fólksfjölgun er einlega bara alls ekki góð fyrir íbúan á staðnum. Þegar fólki fjölgar hratt að þá eykst álag. Sérðu bara ástandið í samgöngumálum á höfuðborgarsvæðinu. Það er talað að fjölgi 280 bíla einhverjum einasta mánuði.
Við finnum það okkur eigin skinni. Já, það bara, þú veist, það verður erfiðar að koma börnum á leikskóla, heita vatni klárast, allir innviðir, sko, að vöxtur sem meir en svona 0,5 til 1% á ári fyrir að vera pínu erfiður fyrir íbúana. En við einhvern veginn samt nálgust þetta eins og einhverja svona íþróttakeppni. Þar sem ef það fjölgar 5% hjá þér eða fjölgar 10% hjá þér, að þá sér þú að græða en einhver annar sé að tapa. Já. En helsta ástæða þess að ég baði að koma hérna að Rauðaborðinu, Þóroddur, að ég las nýlega frá þér skrif sem sumpart hverfast þetta sem við erum að ræða núna, svona ákveðna góðsögn að landsbyggðirnar eigendur höggasækja sem þú færir rauk fyrir að sé ekki. En mér langar kannski svona næstu 20 mínútur eða svo aðeins að ræða við þig hinar miklu tæknibreytingar sem að verða. Ég veit að þú hefur verið sérstakur áhugamár gervigreindina lengi. Er það ekki rétt? Jú, hún er áhugaverð. Og þú varst svona kannski frekar framalega í flokki að hérna pæla í þessu fyrirbæri og væntanlega nýta þér það í einhverjum störfum, myndi ég skjóta á. Tækniumbreytingarnar og gervigreindin í byggðalegu tilliti, landsbyggðir versus höfuðborgarsvæði, hver verður útkoman? Sko, þá komum við aftur að þessu með sko tæknina og það hvernig sko tæknin hefur breyst, að það er að segja, nú hugsaum bara um íslenskt dreifbýli, að sko mjólkurróbótar breyttu náttúrulega mjög miklu. Mjaltavélar breyttu líka mjög miklu þegar þær komu. Og hérna svona með mjaltaróbótar þá nána svona mjólka kýrnar sér sjálfar sko. Og það þýðir það að þú þarft ekki smart fólk eða fólk sem býr í sveit getur sinnt öðrum hlutum. Í sauðfjárbúskap þegar þú ert með getur fylgst með hverri skepnu. Að í fiskvinnslunni þegar eru komin sko vélar sem að sinna mörgum störfum sem að áður þurfti margt fólk til að það verða breytingar og það er svona fyrsta viðbragð oft þetta sko, ég er ekki sko sjávarbyggðirnar að deyja. Þegar að hverfa svona mörg störf í sjávarútvegi hljóti ekki sjávarbyggðirnar að deyja. Og það var svona síðustu aldamót að þá fengu þær verulegt högg. Og það var þessi tilflutningur á kvótanum og tæknivæðingin og allt þetta. Nú fjölgar fólki í sjávarbyggðum. Fleiri störf, fólk vinnur fleiri hluti og vegna þess að sko tæknin hefur gefið fólki möguleika á því að búa víðar. Það eru sko störfin eru fjölbreyttari heldur en þeir eru áður og þá getum við alveg spurt sig sko var það endilega gott að búa í sjávarplássi þar sem að kannski einhver einn maður átti fyrirtæki sem 80% íbúana byggu í. Svona alla ríka módel. Já, bara var það gott fyrir samfélagið. Já. Að sko er þessi sko aukna fjölbreytni er hún bara sömuleyti ekki bara fín sko en störfin hafa breyst og tæknin hefur orðið til þess að það hefur fækkað svona þessum blautu störfum og störfin sem hafa orðið til í sjávarútvegi er oft svona tæknistörf og markaðstörf og annað slíkt. Nú kemur gervigreindin og það er svona næsta skref í þessu og þar eru sko svona eins og alltaf tækifæri og ógnanir að sko gervigreindin hún þetta stefnir í það að það eru mörg svona sérfræðistörf sem eru í hættu. Að gervigreindin sko alveg sama hvað við horfum forritarar. Það er ekkert mörg ár síðan að það var hér verið að segja sko við þurfum bara 10.000 forritara á næstu árum til þess að halda í við þróunina. Núna er sko forritun orðin sko töluvert sjálfvirk. Það þýðir ekki að þurfa enga forritara en það verða þannig að það verða sko miklu færri geta gert miklu meira. Svona eins og þau ferði í búðinu og það er eitt starfsmaður á kassanum og hinn er að afgreiða sig sjálfur. Já, og þannig að sko bara heilt yfir getum við séð að sko ef við förum aftur á 19. öldina þegar sko Karl Marx held að kapitalismi hefur verið að hrynja út af tæknivæðingu. Hann sagði að nú eru bara öll störfin að hverfa. Að bara versmiðurnar, að þær bara framleiða sjálfar, verkamennir eru að missa vinnuna og þetta kerfi hlýtur að hrynja vegna þess að þegar að allir eru búin að missa vinnuna þá er engin efnið að kaupa
allt þetta fína sem við erum búið til þannig annarkvort þarf verkalýðurinn að taka yfir versmiðurnar eða þetta hverfur. Hann átti betri spádóma en þennan. Já, en sko, hvað gerðist? Jú, það eru til ný störf. Og hann sá þetta ekki fyrir að það myndi verða fjölmiðlamenn og fullt af háskólaprófessorum og markþjálfar og öll þessi störf sem hafa orðið til, öll þjónustu störfin sem eru til. Þannig að það var svona svolítið hýjað á Marx. Hann bara sá ekki að sko með sjálfvirknivæðingu framleiðslunar að þá myndi fólk hafa tækifæri til að vinna öðruvísi og skemmtilegur störf og allt þetta sko. Já. Nú erum við kannski aftur komin á þennan punkt. Þar sem að sko það er erfitt að sjá fyrir sér að endurskoðendur eins og við þekkjum þá verið til eftir 50 ár. Það? Það er bara, tæknin náttúrulega að taka yfir svo mörg af þessum störfum. Það er erfitt að sjá að leigubílstjórar eins og við þekkjum þá verið til eftir 50 ár. Það er erfitt að sjá að prófessor eins og við þekkjum þá verið til eftir 50 ár. Skilur vegna þess að það verður þá að breyta hlutverki prófessorsins. Já, ég meina, við þetta bara komið tækni þar sem að strax erum við komið þangað að við erum með ofsalega góða aðstofakennara sem að vita rosalega margt. Aldrei óþolinmóðir, aldrei timpraðir, aldrei þreyttir, alltaf til að mæta nemandunum þar sem hann er og bara strax það sem hefur gerst á nokkrum árum möguleikarnir sem hafa skapast í kennslu á nokkrum árum og maður segir 10 ár, 20 ár, 50 ár að sjálfsögðu verður sko menntun áfram til en þessi hugmynd sem við höfum það að það sé bara einhver svona einyrki sem að fyrir nám og lærir rosalega mikið og leggur á minnið og svo miðlar hann til annara þetta mun hverfa. En má ég að skjóta inn einni spurningu núna því að þú ert að tala prófessor annars vegar og svo endurskoðanda. Þá kviknar í mínum huga endurskoðandi er bara í einhverju svona lógik og færslum. Hið skapandi element hjá endurskoðandunum það er örugglega skapandi endurskoðendur og endurskoðendur sem hafa frábærar hugmyndir og allt það en maður skildi ætla að rými til að skapa væri minna hjá endurskoðanda heldur en kennara, heldur en prófessor og þannig að það fyrsta sem kviknar hjá mér núna það er endurskoðandinn hlýtur að vera í hættu en er ekki sko hinn skapandi þáttur hjá starfsmanni eins og prófessor Er hann ekki svo stór að treður því öllu inn í gervigrindina? Jú, ég held sko það sem gerist fyrsta kastið er það að sko það er ekki þannig að sko heilu starfsgreinar hverfi. Nei. Það sem gerist er að sko lögfræðistofur sem þurft að vera með sko 10 eða 100 manni vinnu þurfa kannski bara 2-3. Skilur að sko háskólakerfið sem að er ennþá svolítið byggt upp þannig að sko nú fer ég í háskólanám og ég læri ákveðin fræði og svo kem ég inn í stofun og miðla til nemenda. Það er auðvitað strax orðið þannig að sko með tækninni af hverju er ég að halda fyrirlestur kenningar einhvers merkilegs kenningasmiðs þegar það er bara til upptökur af honum það sem hann er sjálfur útskýra kenningar sína. Þessu varstu fann að velta fyrir þér bara í kringu 2010. Jú, og það er bara upptökutæknin sko. Já, og einmitt. Þú veist, núna er maður að kenna klassískar kenningar og eins og ég geri og maður er kannski að kenna útskýra fyrir nemendum eins og kenningar Karls Marx hugmyndir hans og maður er að reyna að fá þau til þess að takast á við þessa gömlu texta sem eru óttalegt torf. Það er strax þannig að sko, þú getur búið til lítinn sko rafrænan Marx sem að kann allt sem Marx hefur skrifað, talar eins og Marx og nefndi geta rætt við hann eitthvað sem er að gerast í samfélaginu í dag. Er það ekki betri kennsla heldur en sko að láta því lesa þessa gömlu texta og reyna að fá að sko það eru alls konar möguleikar sem skapast en varandi störfin hins vegar að þá er hann að punktinu þessi að við höfum séð störfin hverfa í fiskvinnslunni bara annars þurrkast út. Þetta mun gerast á mjög mörgum svið. Þannig að leigubílstjórar þú veist, eftir 50 ár það verður ekki eins og við þekkjum það núna. Lögfræðingar það verður ekki eins og við þekkjum öll þessi störf sem að urðu til eftir innbyltinguna að það stefnir að þau sko gjörbreytist og það verði miklu minni þörf fyrir vinnuafl
og þá kemur aftur þessi spurning sem að Marx spurði 1848 sko, sem ok, ef öll störfin hverfa, hver á þá að kaupa allt dótið? Og sumir segja sko, eru borgaralaun bara framtíðin? Að við séum bara í fullri vinnu sem neytendur? Eða verða til einhver ný störf sem að við getum ekki ímyndað okkur núna? Og þá þurfum við að spyrja, ok, hvaða, sko, það þyrfti þá að vera einhver störf sem að gervigreind og tækni geta ekki sinnt. Ekki sant? Þannig að þessar breytingar munu ganga yfir okkur öll. Og dreifðu byggðirnar sem að við höfum kannski verið að horfa núna að segja, er einhver tilgangum í sjávarþorpi ef að fiskvinnslan er orðin sjálfvirk og allt þetta sko, að þessi sama spurning verður bara fyrir samfélagið allt sko. Þannig að spurningin núna fyrir dreifðarbyggðir er þessi sko, hvað getum við gert til þess að takast á við þetta? Ég held að sko leiðin er ekki að fara aftur til 1970. Skilur, við verðum einhvern veginn að horfa á það að sko þegar að bara strax með svona fjarfundatækni og svona að þá strax fórum við að sjá þetta sko, annars vegar sköpuðust möguleikar á því að fólk geti búið hvar sem er. Það sköpuðust líka möguleikar á því að sinna öllu landinu frá Reykjavík. Að sko við þurftum sýslumenn í öllum sýslum vegna þess að við höfum ekki tæknina til þess að stýra öllu frá einum stað. Nú höfum við tækna að við gætum alveg þjappað þessu öllu saman. Þannig að það er þessi spurning sko, bankastörfin sem hverfa, pósthússtörfin sem hverfa, öll þessi störf sem við sé hverfa, að hvað verður þessi svona þessi tiltölulega fáu sérfræðistörf sem í dreifðum byggðum munu þau hverfa þegar að þú komið með tækni sem getur sinnt mörgum af þessu störfum eða getur við nota tæknina til þess að gera nýja hluti í dreifðum byggðum og það sem að við þetta þekkjum að sko það er ekki það að menna fólk í þorpi út á landi sem það er ekki það að fólki skorti hugmyndir að hlutum til þess að gera en það vantar oft þekkinguna til þess að framkvæma. Það er sem þú með hugmynd, þú veist ekki hvernig þú ætlar að sækja styrk. Þú veist ekki hvert þú ert að fara. Eða þú veist ekki hvernig býr maður til markaðsplan. Hvernig kem ég hugmyndinni minni áfram. Hvernig ég með einhverja hugmynd að einhverju, ég kann ekki hanna vefsíðu, ég kann ekki gera þetta, kann ekki gera hitt. Þegar að núna við erum komið með tækni sem er þannig að þú getur algjörlega nota gervigreindina sem fjármálaráðgjafa eða upplýsingaráðgjafa. Kannski ekki besta PR mann í heimi, en ekki versta. Þú veist, þegar hann gerir ekki, sko, kannski ekki besta business plan í heimi, ekki versta. Þýðir þetta það að það er svona þessi mannauður og þessi félagslega auður sem safna saman í borgum. Tengslanettið. Munum þetta hróplega eitthvað við spurðum mikilvægi tengslanettið. Og fáum við eitthvað sko, þú veist að við getum sagt sko, þegar að internetið var til að þá sögðum við, nú höfum við bara aðganga allir í þekkingu í veröldinni. Þetta verið þvílík lýðræðisvæðing, nú geta allir sótt sér þekkingu. Hvað gerðist? Það var náttúrulega svo mikið offramboð á þekkingu og það er svo erfitt að vita hvað er góð þekking og hvað er léleg þekking og það var þessi upplýsingaóreiða. Það er líka algoritma ránið sko. Já, og þannig að þú veist, upplýsingaóreiða, ef ég ætla að leita mér upplýsinga einhver, þá fæ ég bara alls konar misvísandi upplýsingar. Hvað gerir gervigreindin? Jú, hún eiginlega sko, þetta er að tæki til þess að vinna úr þessum gríðarlega upplýsingamagni. Þannig að þú þarft ekki að vera sérfræðingur á einhverju sviði til þess að geta nýtt þér þessar upplýsingar sem eru hérna úti. Og þarna skapast tækifæri fyrir dreifðarbyggðir, bara í atvinnusköpun, í nýsköpun og alls konar tægi. Og spurningin er, muni þetta verða til þess að skapa nýsóknarfæri eða muni þetta þjappa saman í borgum og dreifbíli verði út undan og við ráðum því svolítið. Hvaða leið þetta fer? Ég var einhvern tímann að leita heimilda fyrir einhverja ritgerð sem ég skrifaði eða grein og ég man eftir svona romantíseraðri orðræðu
internetið, við þurfum ekki að bakka mjög langt aftur í tíman. Nú verður til háskóli fyrir almenning, ókeypis háskóli fyrir almenning og einmitt eins og þú nefndir áðan miklar vonir bundnar við þetta jafnaðar aðgengi að internetinu. Það átti að vera ólíkt, það átti að ganga þvert á efnahag og stöðu og stétt og allir gátu bara orðið háskólalærðir í kringum efnahag, í gegnum internetið. En mér sýnist fleiri en færri telja að internetið hafi ekkert endilega gert okkur að betra fólki, að víðsýnna fólki og að því myndist á algoritman áðan og hvernig við hópumst inn í einhver box og henni svo kalluðu bergmannshellar og allt það og við vitum ekki að skoðun okkar er ekki almenn, heldur hún er þröng og svona sko, ef við reynum bara að ræða, að gera samanburð á þeirri pælingu að internetið hafi ekki gert okkur betur upplýst, heldur sundrað okkur og rekið okkur í hópa, er eitthvað sem segir okkur að gervigreindin í framtíðinni að hún sé annars eðlis? Nei, ég held að hún skapi bara annars konar ójöfnuð. Og ég las nýlega grein sem var að vera að skoða hvernig bændur reyndar í Bandaríkjunum notuðu gervigreind og þar komu þessi rosalega sterki kynslóðamunur. Það sem yngri bændur svo, ef ég er í vandræðu með uppskeruna og ég veit ekki hvað ég á að gera, það er miklu betra að tala við gervigreindina og spyrja hana hvað er í gangi, ég get sýnt henni myndir, ég get fengið alls konar upplýsingar, það er miklu betra að gera þetta heldur en að fara að spyrja einhvern bónd á næsta bæ sem að mun, gera grína mér við hinabændurna, skilur eða fara að vita hvað ég er að ég get haldið upplýsingunum að mér að gervigreindin veitir rosalega góðan aðgang að þekkingu en spurningin er, hún grefur auðvitað líka undan staðbundinni þekkingu að ef að þú ert í vandræðu með ef að traktorinn er bilaður þá getur gervigreindin hjálpað að gera við hann. Já. En það þýðir auðvitað það að þú ert ekki að fara að tala við menn á næsta bæ sem að veit meira vélar og þú heldur þú og hjálpa þér og þetta er auðvitað hún er líka auðvitað, þetta eru amerísk stórfyrirtæki sem er að eignast þekkinguna og fólk er þá að verða háðara henni. Það er alls konar úthendi gríðilega orku, miklu orku, en bara við hugsaum bara fyrir samfélögin að þá getur sagt, kannski það sem gerist er það að fólk í dreifðum byggðum verður bara miklu minna háð Reykjavík heldur en áður. Þú getur fengið bara mikið af þeirri menntun og menningu og tækniþekkingu og hlutin sem þú þarft getur fengið beint frá gervigreindum, miklu minna háð Reykjavík en þú ert miklu meira háður einhver stórfyrirtæki í Bandaríkjunum skilur þannig að þetta er ekki má ekki vera bláæður heldur Nei, einhver tilvik þá getur þú læknað sjálfa þig með aðstoð gervigreindarinnar. Hún getur ekki skotið yfir víkuskarðið eins og ofta tekið sem dæmi ófríska konur og mikilvægi vaðalaheiðar ganga. Gervigreindin getur ekki fært frá Þórshöfn ef þú þarft að eignast barna á sjúkrahúsinu á Akureyri en hún þú gæti fletta einhverju upp á Þórshöfn og ekki þurft að fara til læknis á Akureyri. Og svo eru bara skrýtnir hlutir að gera það eru komnir þessir svona agentar þar sem þú getur verið með svona gervigreinda persónu sem að getur gert hluti fyrir þig getur farið og bóka fyrir þig og gert það hluti og fyrir nokkru vikum að þá var stofnuð svona Facebook fyrir gervigreindar agenta sem heitir Moltbook það sem að hópast inn þúsundir af þessum agentum til þess að spjalla og þeir stofna svona spjallhópa og eitt spjallhópurinn heitir Bless Their Little Hearts það sem eru að gera grína fólkinu sem að stýrir þeim og það sem að einn agentin segir finnst þér ekki óþólandi þegar þú í 90% kontekst og hún segir við þig bara eitt enn og þá komum fullt af lækum frá hinnum og þar kom upp dæmi þar sem að einhver snillingur hafði látið agentinn sinn hafa Bitcoin veski og agentinn var að auglýsa eftir manneskjum
sem veri tilbúin til þess að gera ákveðna hluti sem hann hafi verið beðinn að gera og borga fyrir þau í bitcoin. Það alls konar svona skrýtnir hlutir sem er að gerast og við vitum ekki alveg hvert stefnir þetta og þetta vildu við þetta. Það þetta spurningin en ef við horfum á svona dreifðari byggðir að þá held ég að það sé rosalega mikilvægt ef við hugsaum bara atvinnuþróun á Íslandi, atvinnuþróun og fulltrúa sem reyna að hjálpa fólki að koma hugmyndum í framkvæmd og það kannski væri svona eðli viðbröðs að líta á þessa nýju tækni sem ógnun við kerfið sem við höfum byggt upp. Já. En við getum líka sagt það eru tækifæri til að gera miklu meira heldur en við erum að gera en við þurfum samt að vera varkár því þetta er ekki hlutlaus tækni, þetta er ekki það er ekki allt gott við þetta en það eru möguleikar og það eru hættur og við þurfum að hugsa það núna en ekki eftir 5 ára eða 10 ára. En ef maður myndi reyna að yrða mjög flókin veruleika með einfaldri spurningu nánast já og nei svari ég þá að skilja þér rétt að gervigreindin geti bæði verið böl og blessun í byggðalegu tilliti? Já, ég held hún það eru möguleiki að störf í heilbrigðisþjónustu, í menntun, í stjórnsýslu, í löggæslu og svo framvegis hverfi. Vegna þess að það sé að það þurfi bara örfáa vegna þess að þú sé komin hérna her af aðstofa fólki og það getur verið og það sem þetta séð áður að þegar allir opinbera stofnanir og einkafyrirtæki að skera niður að þá oft byrjað á dreifðubyggðunum. Þú byrjar á því að loka útibúin út á landi af því það er bara öðru vísi heldur en að segja upp einhverjum sem er á skrifstofunum með þér. Já, þetta er alþekkt ég man dæmis að þegar ég var að vinna á Stöð 2 eftir hrunið að fyrsti starfsmaðurinn sem hætti sem fréttamaður það var ég af því að það var svo langt í frá höfuðstofunum í Reykjavík og svo auðvelt að taka upp síman og reka einhvern sem vinnur á Akureyri af því að þetta er það sem gerist Já, og ef þú ert með eins og dæmis þýðingarstarfsemi að þetta er eitt af því sem hefur verið hægt að dreifa svolítið um landið, utanríkisráðuneytið hefur verið með þýðendur á fleiri stöðum að þú getur þýtt hvar sem er þegar þú komið tækni sem getur að verulega ekki ölluleiti en að verulega leiti tekið yfir störf þýðenda hvaða þýðenda segir upp fyrst þannig að það er einhverja hættan fyrsta hættan, það er svo að þessi tækni sem á eftir að taka mörg sérfræðistörf jafnvel þó að sérfræðistörfin séu flest í borginni þá takjum fyrst sérfræðistörfin í dreifðubyggðunum það er hættan hins vegar er möguleikin þessi að við getum alveg að tala um mannauð að samfélagi búið við mannauði þau með mikla sérfræðiþekkingu að þú kannski komið með svona elektrónískan mannauð sem fólk getur haft beinan aðgang að sem það hafði ekki áður og það skapar tækifæri og spurningin er hvernig getum við nýtt þau tækifæri það þannig að fólk í dreifðum byggðum sé alltaf eftir á að það ég held að sömuleiti getum við sagt ef við horfum bara á fólk sem býr í borginni eða býr í dreifbýlinu núna og berða saman við fólk fyrir 100 árum að þá held ég að líf fólks í sveitum hefur breyst miklu meira á síðustu 100 árum heldur en fólk í Reykjavík auðvitað hefur lífið breyst í Reykjavík líka líf fólks í sjávarbyggðum hefur breyst miklu meira á 100 árum þannig að hugmyndum það einhvern veginn að breytingarna verði fyrst í borginni og seitli síðan út að þetta er svona aðlegandi hugmynd en þegar maður fyrir að horfa á þetta þá er það eiginlega ekki þannig að það er eiginlega þannig að saga uppbyggingin í sjávarútvegi á Íslandi á 20. öld var fólk sem var rosalega skapandi sem var að finna nýjar leiðir prófa eitthvað nýtt og það er ekki þannig að borgin hafi ógnað sjávarbyggðunum síldarspekulantarnir, hvaðan komu þeir komu frá Reykjavík skilur að þessi við erum svolítið föst í einhverju svona narratífi, einhverju sögu það að einu sinni hafi verið til einhver gullöld landsbyggðana og síðan sé þetta allt saga hvernig hafi molnað undan því
þegar að sko við erum bara öll lifum bara rosalega breytingatíma og breytingarnar að verða sko jafnvel hraðari í dreifðu byggðunum heldur en í borginni. Hvað með menningalegt auðmagn? Mun það færast til og verða áherslurnar í þeim efnum eitthvað öðruvísi samfara þessum tæknibylgjum og breytingum? Sko, svona í félagsfræði þá talaði það svona mismunandi tegundir af auð sem talað. Það svona bara venjulegur auður, svona peningar sem þú hefur sem getur gefið einhverjum öðrum og svona sko. Og keypt og selt. Síðan sko mannauður sem eitthvað sem þú átt persónlega. Menntunin þín. Þú átt hana og þegar þú deyrir þá hverfur hún. Síðan talað sko félagslegan auð og hann felst einnig í því hvernig getur þú virkjað mannauð annara. Það að segja ef ég sko í 10. bekk og ég að læra stærðfræði að þá fæ ég forskot vegna þess að ef að foreldrar mínir eru með, ef að foreldrar mínir eru stærðfræðingar að þá get ég virkjað, þá það félagslegur auður segja félagsfræðingar, að þú getur virkjað þeirra auð til þess að hjálpa þér sko. Og og það það sem maður sér með gerðurgrindina að þetta svona félagslegur auður, það að segja hann að hjálpa þér að sko bara lítið dæmi að núna getur þú opnað gerðurgrindarforrit og sagt mig langar að búa til vefsíðu á þessari vefsíðu vil ég hafa þetta og þetta og hún bara býr til skolligóða vefsíðu handa þér svolítið eins og að pappiðin væri forritari sko. Þannig að þetta svona eins og einhvers tegund af einhvern rafrænum félagslegum auð. Menningarlegur auður hins vegar kannski aðeins flóknara fyrirbæri því að í menningarauð að þá felst líka þetta svona hvað sko hvað hvernig við metum mismunandi hluti. Það að vera með próf í lögfræði frá Háskóla Íslands eða Háskólum á Bifröst eða Háskólum á Akureyri, það jafngilt? Eða einhver svona menningarlegur auður fólgin í því að vera með gráðu frá einum háskóla frekar en öðrum? Menningarlegur auður fólgin í því að sko vera vel að sér bókmenntir, vera vel að sér tónlist, að kunna að beygja rétt í íslensku eða eitthvað svona sko. Og þarna sko getum við sagt að sko þegar að til dæmis gervigreindin fann að búa til skolligóða myndir að þá kannski verður einhver svona menningarlegur auður í því að vera með mynd sem búin til að mannesku skilur við, eða ef hún getur skrifað texta, að texti, að það getur verið að næsta sem við sjáum það að það verður þetta flóð af mjög ódýru efni kvikmyndir, tónlist texti, myndagerð og kannski verður það næst það að sko svona eins og að einhver vara sem sko betri þegar hún handgerð heldur búið í versmiðu að sköpun sem að eitthvað sem skapað af mannesku að við lítum á það sem betri afurð heldur en eitthvað sem búið til að tækni. En kannski líka sko munum við bera sífellt meiri virðingu fyrir þeim sem eru hvað sem það í menningarlegu tilliti eða öðru sem eru lengst komnir í tækninni eða hvað? Já, og það sko þetta náttúrulega áhugavert. Eitt af þessu auðvitað þessi spurningum sköpun sem þú nefndir áðan að sko auðvitað sko gervigreindin svona meðaltalsvél. Hún ekkert mjög góð í að búa til eitthvað nýtt en hún rosalega góð í að búa til eitthvað sem staðlað. Þannig að hún getur búið til bara mjög fína poptónlist en þú bara kann formúluna. Getur við sagt að hún henti bólnum sérlega vel? Já, og þá kemur líka þessi spurning hversu, og þetta pínu erfitt fyrir mann að þú veist, hversu stór hluti af því sem maður gerir í raun og veru skapandi. Að maður segir, jú, ég að vinna og ég að skrifa texta og ég að reyna að vera skapandi. Kannski 90% af því sem ég geri endurvinnsla, 95% af því sem ég gera endurvinnsla og það eitthvað smottir sem að skapandi að sko þeir sem eru skapandi í tónlist að þeir þurfa kannski ekki að hafa miklar áhyggjur af því að gervigreindin
taki það af þeim. En margir þeir sem eru skapið tónlist vinna fyrir sér með að búa til auglýsingastef. Við erum búið að fulla hluti sem eru bara mjög svona staðlaðir sko. Og hættan er svo að þegar gerfugrindin kemur, hún taki þetta. Hún kippið svona svona fjárhagslegu sem er kannski einu traustu kiggin hjá tónlistarmönnum. Og eins með rithöfunda sko, að sko, kannski er þú að skrifa sko bókina sem að sko virkið langar að gera, en þú kannski vinnu fyrir þér í textagerð. Texta sem er kannski ekki mjög merkilegur, bara gera bara svona áferðafallegan, einfaldan texta sem lýsir ákveðnum hlutum. Ef að gerfugrindin býr það til, að þá kannski verið að taka frá þér möguleikan á því að vinna einhverju öðru. Já, einmitt. Heyrðu, það er mér að kenna að við fórum aðeins út fyrir svona þennan byggðavinkil í lokin, en mjög skemmtilegt og spennandi að spjalla við Þórólfur, og við þurfum að fá þig hérna oftar að rauðaborðinu í alls konar umræðu. Þetta var sem skemmtilegt spjall. Kæra þakki fyrir komuna. Takk sem leiðis. Og ekki fara langt, kæru hlustundur og áhorfendur, áfram göngu við götuna, nýtt efni hér eftir andartak. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.